Hæ, ég heiti Guðrún Bergmann og hjá mér er hún Bryndís Fjóla Pétursdóttir og við ætlum að vera með sérstakt námskeið í Borgarnesi helgina 25. til 27. október. En af hverju valdirðu Borgarnes, Bryndís? Já, Borgarnes er bara alveg einstakur staður og mér finnst að vera svona falin perla. Þarna eru mikið af huldufólki og mikið af álfum út allt og hafmeyjar. Þannig að það er einstaklega sterk orkulína frá Snæfellsjökli gegnum Skessuhorn og svo Mýrdalsjökul og Róm og Egyptaland. Þannig að það er mjög sterk tenging til þess að geta svona styrkt skynjunina sína. Já, það er það sem við ætlum að gera, að hjálpa fólki að tengja, hvað við segja, við innsæðisvitund sína. Já, það er alveg tilvalinn staður til þess. Já, ég fékk svolítið svona sting í hjarta þegar ég sá það væri sprengja fullt af klettum þegar ég kom hana. Það er bara álfabyggðir alveg bara teknar í burtu og tættar. Já, það er akkurat það sem styður við það sem við verðum að fara að gera núna. Að það er að virkja fólk til þess að skynja og þá geta barist svolítið fyrir þessari náttúru sem við höfum, að vera ekki að hrófla svona við henni. Já. Mjög merkilegt. Ég vil setja minn þáttur í þessu samstarfi okkar er náttúrulega kannski fyrst og fremst að fjalla pláneturnar, það er að segja þessar dvergplánetur sem að koma inn mjög sterkar með orku til þess að hjálpa okkur einmitt til að opna fyrir innsæðisvitund okkar. Það er svo kjörið tækifæri núna til þess að gera það og meðal annars er svo öflug hafmeyjaorka í gangi vegna þess að Salacia sem er ein af þessum plánetum, hún er nefnd eftir eiginkonu Neptúnusar og henni fylgir hafmeyjaorka. Já, einmitt. Og hún er svona táknræn fyrir ljósið sem merlar á vatninu að þegar það er sól eða þegar það er tunglskin og við erum að fá svo mikið af ljóskóðum og okkur vantar leiðni og leiðnin kemur náttúrulega gegnum vatni. Já. Þannig erum við að uppfærast og taka á móti. Það sem er kannski sérstakt við þetta námskeið hjá okkur er að það er einungis 12 konur í þessu tilviki. Við erum ekki að bjóða karlmennunum með í þetta sinn, en við erum líka að renna af stað með þetta í fyrsta skipti og við erum að vera í sérstöku húsi, Bryndís. Hvaða húsi? Já, alveg yndislegu. Þetta er gamla sýslumannshúsi í Borgarnesi og það er kallað Setrið. Og það er hluti af blómasetrinu, Kaffi Kyrrð. Og þetta er náttúrulega bara einstakt að vera þarna, útsýnið yfir skerin, yfir hafið, yfir Snæfellsjökul. Ef maður sér hann ekki, þá veit maður hann er þarna og maður skynjar orkuna frá honum. Og við höfum húsið út af fyrir okkur og maður getur, þetta er bara, ég er búin að gista þarna nokkur sinnum og þetta er bara æðisleg orka þarna. Fullt álfum í kring sem maður getur tengt sér við, bæði náttúrulega mikið af kvennálfum í garðinum. Þær eru þar, kallálfarnir eru annar staðir í þarnasta garði. Þannig að það er mikil kvennorka í gangi og það styður okkur og svona örvar svolítið þessa skynjun á að draga fram kvenleikan okkar. Og að vera svolítið stolt og bara standa með sjálfur okkur sem konur og virða svolítið kraftaformaðir okkar. Þær byggðu á þessari skynjun að lesa í náttúruna, lesa í náttúruvættina. Þannig við svona tökum þetta svolítið til okkar og höldum svolítið, virkjum þetta svolítið. Já, alltaf líka þeir treystu innsæinu vegna þess að það var ekkert útvarp og það var ekkert sjónvarp og það var engin sími. Nei, það var að læra að lesa í umhverfið og treysta því sem við mást að sjá. Já, þannig að það er það sem ég langar að leggja til þessar kvenna sem koma til okkar. Að vera með leiðsögn frá hafmeyjunum, frá huldumeyjunum sem eru þarna, frá álfkonunum sem eru þarna í beinni tengingu við konurnar sem koma og svona leiðbeina mig að treysta þessum skilaboðum og svo líka bara þessi yndislega þögn og þessi kyrrð sem á að vera í húsinu líka. Því þögninni mætir maður sjálfum sér og þá sér maður líka skynjar styrkleika sína. Öllu ís og þís þá bara veit maður ekkert kannski alveg hvar maður er og hver maður er. Þarna getur maður svona kjarnað það svolítið. Já, það er náttúrulega líka húsið er staðsett og svakalega fínum stað því það er svona í jaðri
Já, alveg bara, þú bara beint útsýni yfir skerin og hafið, sko. Já, þannig að það er svo lítil truflun frá umferð sem er Já. fram og tilbaka á einhverjum öðrum götum Og bara steinsnar, sko, göngutúr niður í fjöru Já. og til að hitta huldukonuna sem er hérna að taka á móti okkur. til að taka á móti Og okkur. það sem mér fannst svo æðislegt, að því ég elska að vera berfætt, Já, að vera inn í þessu húsi að gista, það er teppalagt og teppalagði stigarnir, þannig að maður getur bara trýtlað á tásunum allan tíman, þú veist það, og hljóðvístin er svo góð, já. þannig að mér finnst Svo er það náttúrulega stórkostlegu salur þarna á efstu hæðinni uppi. sem að heldur svona vel utanum okkur í þessari vinnu okkar, þannig að það er náttúrulega bara frábært. Ég Algjörlega. hlakka rosalega mikið til. Já, Við ég erum líka. með sértilboð á skráningunni frá 3. til 10. september. Ég lít svolítið á september sem heilsumánuð vegna þess að þá erum við og svona vinnum með okkar andlega innra sjálf vegna þess að þá erum við að fara af stað inn í hausti. Við erum aðeins búin að vera úti í náttúrunni þó það hefur verið rigning í sumar. Já, og erum komin aftur svona meira innan við og heim og þá er svo gott að fara í þessa innri vinnu, sko. algjörlega. Svo bara svo gott að nota veturinn í haustið og veturinn í þetta, þannig að maður komi bara opaslega vel tengdur inn í næsta vor og sumar og geti notið náttúrunnar allt annan hátt heldur en maður gerði kannski síðasta sumar. Já, já, Þannig að maður getur bætt svo miklu við þegar maður getur tengt sig inn í hina víddirnar. já, já. Þannig að, Mjög öflugt. Svo ég er bara spennt. já, ég líka. Já, Þetta er svo bara- mikið vöntun á þessu og ég bara veit að konum þær þyrstir í þetta. já, við byrjum með konurnar, svo kannski verða kallarnir á dagskrá hjá okkur síðar eða blandað, en alltaf byrjum við með konurnar og að því það er líka svo núna tími fyrir konur til þess að stíga fram og efla sína eigin styrk og sína eigin trú og traust á sjálfa sig. Þannig að við erum held ég á 100% réttum tíma eins og alltaf. Já, það er tími fyrir allt. Það er réttu tími fyrir allt. Algjörlega. Já. Ég bara treysti því að ég sjái þig sem ert að horfa á þetta í Borgarnesi og Já, og svo bara ekki örvandi að við Guðrún höfum alveg tíma að halda fleiri námskeið. Þannig að við erum bara þeim kostum gæddar að vera sveigjanlegar. Já, verið það. Já, það er bara vonandi verður framhald á þessu. Já, við treystum því. Já, Svo ég bara að senda ykkur kærleik og ljós og ég hlakka til að sjá allavega einhverju af þeim sem er að horfa á þetta núna. Takk.